setja upp eina filmu, 10 eða bara öllum og svona, og ítir aðeins hérna þangað. Þetta byrjaði í rauninni með bara nokkrum fundum síðasta vetur. Það leyti sem að það kom í ljós hvar íslenska liðið myndi lenda í riðli og hvar það myndi keppa. Okkur fannst skrítið að sjá litla velli fyrir svona stóra og mikilvæga leiki. Þá svona kviknu smá ljósapöru í okkur, bara af hverju er þetta svona? Af hverju er svona mikill munur á milli karla í fótbolta og kvenna í fótbolta? Þannig að af hverju eru landslið á Evrópumeistaramóti kvenna í fótbolta að spila á völlum sem taka frá 3 til 12.000 manns? Þessi herferð er í rauninni einstaklega mikilvæg. Að snýra að því að við þurfum að sýna í rauninni okkar íþróttafólki og sérstaklega stelpunum í þessu tilfelli stuðningin. Hugmyndin var þess vegna svolítið að sýna bara leið og fólk hefur aðgang að honum, þá er það til í að mæta. Það var þessi kraftur í handritinu og þetta liggur á pólitískri línu að við þurfum aðeins að setja út á mellina sem þeim var gefið, að í rauninni þar sem við erum öll að berjast fyrir kvennaboltanum og hann er að verða meira og meira áberandi, þá var þetta svolítið svona skref tilbaka. Já. Og þú veist, einhver er að fara að klifra hérna upp bók. Ná, þú vantar þá einhver forgrunn bók, Sem kannski einhver að hjálpa í svona öðru. Þetta er svona iconic Reykjavík, þú veist, þú sér náttúrulega í Hörpuna og þetta er sjórinn og margt sem mér fannst tengja við bara Ísland. Leið við fengum þetta location Granda sem tillögu frá Þóri Hilmars og Skot, þá einhvern veginn lifnaði við öll við, öllum fannst þetta svo rétt fyrir myndina. Þannig gátum við séð svona einkenni Reykjavíkurborgar, einkenni Íslands líka með öllu hafnarlífinu og starfinu sem þar fer fram í samhengi við fótbolta. Ég held að við sjáum aldrei íþróttamyndir í svona aðstöðu. Þannig að það er einhvern veginn það sem gerir það ekstra áhugavert að sýna einhvern veginn sögun okkar hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara. Við fengum áhættuleikara til þess að taka sér að leika Karolínu sem í handritinu fellur í götuna í svona streetball og meiðir sig. Og við gátum að sjálfsögðu ekki beðið hann að gera það svona korter í EM. Við fengum áhættuleikonu sem bara stóð sig eins og algjör hetja, henti sér í dínu aftur og aftur og aftur og gerði þessa senu svo ótrúlega vel. Sum okkar horfðum við lengi á Karolínu og hugsaðum með okkur byttum minka á hann, eða hvað gerðist? Því að þær voru næstum í alveg eins. Já, mjög líkar. Það er mjög flott. Hún leikir þessu vel. Bara ekki leið mjög að gera það. Og leið og þú ferð eftir að fara í skotið til mín. Karolína, við gerum þetta. Gerum þetta rónum. Gerum það. Förum í tökum! Hann að verða. Stuðningurinn í rauninni við kvennalandslið og öll landslið okkar er svo ofboðslega mikilvægur. Ef við tölum stelpuna núna, þær eru náttúrulega að komast á Evrópumót lokakeppni í 4. sinn. Stuðningurinn getur bara verið munurinn á tapi og sigri eða jafntefli og sigri, þannig að það er rosa mikilvægt að við sýnum stuðning. Það er fullt af leikjum sem taka við. Þar myndi maður vilja sjá til dæmis bara mjög fullan Laugardalsvöll. Og með því að senda sér skilaboð þá vonandi erum við líka að stuðla að því að næst sjá menn, heyrðu, það þarf fleiri stærri velli því að stuðningurinn er svo mikill og hann er svo mikilvægur. Sem að maður finnur strax orðið núna bara hver auglýsing að það sé alltaf verið að gera meiri sýnileika á kvennalandsliðinu og sýna bara hversu langt þær eru komnar og hversu öflugar þær eru. Við erum að gera hið ómögulega. Við erum 360.000 manna þjóð og við erum að senda stórlið ár eftir ár á lokamót sem að milljóna þjóðir eru ekki að komast á. Þetta getum við og þetta er kannski íslenski andinn að við trúum og við getum.